Skömmu eftir að Skagafjörðurinn blasir við eftir vesturferð yfir Öxnadalsheiði bærinn Uppsalir á hægri hönd uppi í hlíðinni. Þar býr hann Árni Bjarnason, heiðursmeðlimur í Karlakórnum Heimi og fyrrverandi bóndi. Núna sinnir Árni aðalega áhugamálinu sínu og eyðir löngum stundum í smíðaskúrnum sínum. Bæirnir hans og kirkjurnar eru orðin 90 talsins. Hvað segir Árni, hvað ertu búin að vera lengi hérna á Uppsölum? Já, síðan 31. Síðan 31? Fæddur hér og uppalinn allan tíð. Já. Eina sem ég fór, það fór ég Laugaskóla og var þar 4 vetur. Yngri deild, eldri deild, gagnfræðadeild og smíðadeild. Já, þú lært smíðar á Laugum? Já. Þannig að þú hefur alltaf verið með svolítið svona smíða... Já, það er svona alltaf blundandi. Já. En hvenær var það svo sem þú byrjaðir virkilega að hella þér út í að smíða húsin? Þau eru hægt að búa, eða við. Já. Hvenær var það? 98. Hvað hafðir verið með áður, sem sagt, að búskap? Ég var búin að vera með kýr og kindur og örfá hross. Hætti við kýrnar 78 og seldi svo bara búið tengdasinn og dóttur 98. Og þá hefur haft tíma til þess að sinna áhugamálinu? Þá fór maður að finna sér eitthvað til og meðal annars þessa bæi og það hefur svona bara þróast áfram. Hvað ertu lengi að smíða eitt svona bæ? Ég myndi ætla með 2 mánuði. Með kirkjurnar er miklu lengur. Já. Það gerur söfnuðurinn og prestarnir og krossarnir og allt galleríð kringum það. Já, það er ekki bara ytra byrðið. Nei. Nei. Hvað ertu búin að vera lengi með þessa kirkju núna sem að þú ert að vinna með? Ég veit það ekki. Tek aldrei tímann svo. Nei. En þú hefur eytt ansi mörgum stundunum í þessum skúr, eða ekki? Já. Mjög mörgum. Maður har aldrei skrifað eða talið. En þið líður vel hérna, eða ekki? Já. Hér er alltaf hlýtt. Árni segist lítið hlusta á tónlist í smíðaskúrnum. Þar finnst honum þögnin vera góð. Tónlist er einmitt annað helsta áhugamál Árna en hann er elsti starfandi meðlimur Karlakórsins Heimis. Já, ég byrjaði 59. Já, við reiknuðum það, hvað var það, 61 ár? Það eru þó nokkur dagar í það. Já, þó nokkri dagar. Hvaða rödd syngurðu? Anna bassa. Anna bassa? Já. Dimmraddaður? Já. Mjög. Það verður einhver að bera þetta uppi? Jú, eða standa með upp á lúkkið. Standa með upp á lúkkið? Þú gerir nú meira en það. Þetta er svo sérstök tilfinning, sko, þegar þú ert í kór og stenda kannski fremstu röð. Þá ertu bara inn í hljómnum. Þú kannski heyrir ekkert að þú sért að syngja. Þó þú syngir kannski allan kröftum. Þú ert bara hluti á hljómnum. Er það góð tilfinning? Já. Þú finnur það ekki eina. Nei. Það er mikill vinskapur í kórnum ykkar, eða ekki? Já. Mjög góður félagskapur og samstilltur hópur. Svo vorum við bæði í blönduðum kór. Já, þú og konan? Já, rökkukór, svakór. Er það öðruvísi að vera í blönduðum kór? Já, það er tölvöld öðruvísi. Hvernig þá? Já, öðruvísi útsýni. En þetta fór þó nokkuð tími þetta, það voru 4 æfingar fastar í viku. Já, þá varst í báðum kórum á sama tíma? Já. Það voru sungið mikið? Já, svona. Það má ekkert mikið meira vera. Nei. Syngurðu eitthvað hérna í skúrnum þegar þú ert einn að smíða?
Nei, Blandar þessu ekki saman? það er nú oft ryk hérna eða eitthvað þegar maður er að renna eða saga. Þeir sem hafa heimsótt Uppsali eiga líklega nafnið sitt í bók nokkuri sem Árni sýnir okkur. Bókin er orðin svolítilúin enda gestagangur ansi mikill. Á því ári sem mest lét komst talningin upp í 600 gesti. Hér hef ég skrifað húsin og kirkjurnar hver hafa fengið hvað, eða hverjir hafa fengið hvað. Og svo þetta líka gestabók þar sem ég færði alla sem komu hingað. Þannig að það gleymdist oft að fá til að skrifa sjálfa. Já, og það var bara gert það fyrir þau. Svo ég gerði þetta bara sjálfur. Það kemur fyrir ef eitthvað slys hendur hús, eða fíkun, að ég fæði það til viðgerðar. Já, auðvitað. Og það er besta mál. En þessi hús eru rammgerð hjá þér, þau eiga að standa úti Já, og endast lengi. já ég vona það, smá fúnar allt timbur. En þú ert svolítið duglegur að nýta svona það sem til fellur, eða ekki? Jú. Þú horfir á sér spýtu og horfir á hvort þú getur notað henni þetta. Já, en eins og til dæmis hérna söfnuðurinn þinn, úr hverju er þetta? Þetta er aðalega úr lerkigreinum og birki. Hérna úr garðinu þínum? Og sumt úr kústaskaftu. Já, það er gaman fyrir kústasköftin að fá svona æðri tilgang. Já. Það er tilbreyting fyrir kústinn. Já, að vera kirkjugestur. Árni er höfðingi heima sækja og það er gaman að skoða húsin hans og spjalla við hann sveitina, kórinn, smíðarnar og fleira. Hann verður 89 ára í ár og eldhress þó að árin færist yfir. Það er best að láta hverju degi nægja sína þjáningu og þakka bara fyrir hvern dag sem það vaknar þokkalega sperrtur.